Í maí árið 1967 voru 60 ár liðin frá því að Kleppsspítali hér fyrir aftan mig tók til starfa. En það þótti mikið átak að reisa hann á sínum tíma. Sjómannsmenn hittu yfirlæknan á Kleppi að þessu tilefni en gríðarlegar framfarir höfðu orðið í geðheilbrigðismálum á Íslandi frá því að spítalinn var byggður. Frá því að Kleppsspítali tók til starfa árið 1907 höfðu byggingar spítalans margfaldast en árið 1967 var enn mikill skortur á sjúkrarými fyrir geðsjúka. Nýjasta og austasta byggingin á Kleppi var tákgræn fyrir hinn breyttu viðhorf gagnvart geðsjúkdómum. Þar var tómstundaheimili og á efstu hæðinni samkomusalur þar sem sjúklingar fengu að vefa og leggja hönd að alls kyns föndri. Þá var tekin í notkun ný deild í tilefni 60 ára afmælisins, svokölluð móttöku- og rannsóknardeild, en þar var áður til húsa deild sem þekktust var meðal almennings sem órólega deildin. Nú tilheyrði hún hins vegar fortíðinni með einangrunarklefum sínum. Magnús Bjarnfreðsson, fréttamaður Sjónvarpsins, ræddi við yfirlæknana á Kleppi. Ekki minnst munaði okkur þær framfarir sem hafa orðið í meðferð þessara sjúkdóma, ekki síst það sem er komið til hinn nýjustu lyf sem við höfum nú, sem hafa gert það að verkum að hringrásin í spítalanum hefur aukist að mun. Já. Þannig að nú koma og fara í spítalanum eitthvað 700 manns á ári hverju. Og er það ekki lítið miðað við svona lítinn spítala eins og þennan. Já. Nú, ber meira á taugaveiklun í þjóðfélaginu hér í dag eða er henni meiri gaumur gefin og eru sjúklingar þar á leiðandi fleiri sem að koma hennar vegna? Kannski ber meira á henni en fyrst og fremst held ég hitt að það er að verða ljósara fólki nú heldur en áður að þetta eru sjúkdómar, reyndar bæðir þeir þyngri og þeir léttari, sjúkdómar sem ber að leita hjálpar við en ekki fara í lönguhofa með. Mikil þrengsl voru á Kleppi árið 1967 og allt of mörg sjúkrarúm miðað við stærð spítalans. Þó hefur við reynt að fækka rúmum á undanförnum árum og með því að spítalinn var allt of mikið af sjúkrarúm í sjálfan spítalan og miða þarf við að fækka ennþá stórlega rúmunum hér frá því sem nú er. Ef vel ætti að vera þá ætti við að hafa kannski upp undir 200 rúm í þessum byggingum sem hér eru og er þá reiknað með gamli spítalinn sem er löngu orðinn úreltur og ónothæfur sem spítali, svoleiðis að ef hann er reiknaður frá er ekki pláss nema fyrir 150. Og hvar rís svo framtíðar geðsjúkrahúsið? Því miður vitum við það ekki en það sem við sjáum næst fram á að gert verði er að byggð verði geðsjúkdómadeild við Landspítalann. Nú hafa viðhorfin til geðsjúkdóma breyst mjög mikið en þarna 1967 þá voru ennþá miklir fordómar í gangi og fólki stóð stuggur hálfpartinn af þessu svæði hér við Klepp. Hér kom engin nema eftir brýnt erindi á þeim tíma og lengi fram eftir og það voru miklir fordómar og nokkrum árum seinna þegar að geðdeildin festi kaup á húsi hér við Laugarásveginn þá voru mikil mótmæli og borgarafundur og það hús er ennþá að nota fyrir framhaldsdeild og úr alla tíð gengið mjög vel og í dag náttúrulega er það ekki svo eins og var 67-8 þegar að margir þeirri sem voru með alvarlega geðsjúkdóma komu hér áttu heima alla sín ævi. Nú komast flestir aftur út í samfélagið á ný.